Heyrðu, við hjá Miðflokknum teljum það vera íbúalýðræði. Við viljum að bæjarbúar hafi valkost það að kjósa stór málefni og til dæmis eins og Helguvíkina. Síðan leggjum við áherslu á að það komi meira fjármagn inn í sveitarfélagið og þá þurfum við að vinna þvert þar á flokkana og þingmenn kjördæmisins. Það er náttúrulega ekki réttlátt að sveitarfélagið hefur verið svelt. Við stöndum ekki jafna vígi eins og önnur sveitarfélög. Við viljum stóriðjuna burt og þann meðbyr hefur við fundið hjá fólkinu að þeir vilja stóriðjuna burt. Síðan er það náttúrulega heilsugæslustöð Suðurnesja. Það brennur mikið á íbúum og það þarf að gera eitthvað róttækar breytingar þar. Og við þurfum að fá meira fé inn í sveitarfélagi, við þurfum að sitja við sama borð og önnur sveitarfélög á landinu. Við þurfum að vinna þvert á með flokkunum og alþingismönnunum og ég verð nú að játa það, ég varð fyrir vonbrigðum núna rétt fyrir jól þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fyrir að þá var gerð breytingatillaga á fjárlagafrumvarpinu að heilsugæslustöð Suðurnesja fengi 200 milljónir. Löggæslan fengi líka og Reykjanesbrautin en þessu var hafnað því miður og það er leitt að sjá það að við hér í samfélaginu getum ekki unnið saman. Þarna sitja menn í ríkisstjórn sem eru í Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og þeir felldu þessa breytingatillögu. Þannig að við þurfum að breyta og fara að vinna betur saman og þrýsta á ríkisvaldið að veita okkur meira fé og við þurfum að nýta þingmennin okkar og ásamt því að nýta fulltrúa bæjarfélagsins. Við viljum stóriðjuna í burtu, það er bara þannig. Miðflokkurinn vill hann í burtu. Það sem við viljum gera er að við þurfum að semja við United Silicon og Arion banka að United Silicon verði selt úr landi og síðan þarf að semja við Thorcell. Þetta er allt á nálægt íbúabyggð og það var náttúrulega allt vitlaust í bæjarfélaginu þegar United Thorcell fór á stað. Þetta bara er úrelt, þetta bara á sér ekki stað í dag að fólk sé við stóriðju innan eins og hálfs kílómetri strætars frá bæjarbúum. Þannig að við teljum að þetta sé mögulegt. Það er allt hægt ef viljinn fyrir hendi og nú er ég að bíða eftir að fá að sjá samninga sem voru gerðir við United Silicon og Thorcell og við látum lögfræðiteymið okkar sjá þessa hluti og þá komum við inn að þessu íbúalýðræði sem að Miðflokkurinn stendur fyrir að við viljum að íbúarnir fái að kjósa hvað er að gerast. Jú, þetta var náttúrulega á sínu tíma, það var einhver kosning sem var mjög erfið og fólk gat ekki kosið og bæjarstjórnin var búin að segja það að þetta yrði ekki bindandi kosning, þannig að til hvers að vera að kjósa ef hún er ekki bindandi. Þannig að en já, við viljum, í Miðflokknum viljum Helguvíkina hreina, sjáum okkur fyrir allt annað heldur en innað, stóriðju. Ég sé náttúrulega ferðaþjónustuna blómstra og ég sé líka fyrir mér að við verðum svolítið svona heilsubær. Það er mikil heilsuvakning meðal bæjarbúa. Við getum til dæmis þetta svæði þarna út í Helguvík, þar er hægt að rækta, vera með lífræna ræktun og ég sé fyrir mér að það verði engin stóriðja á svæðinu, ferðaiðnaður blómstrar ásamt því að við erum að framleiða með nýsköpunarfyrirtækjum eins og þörungaverksmiðjan upp á Keili er náttúrulega bara frábært framtak þannig að við hjá Miðflokknum sjáum þetta svolítið fyrir okkur þannig.